heilsa ykkur öllum í Jesú nafni, nafni hans sem frelsaði okkur frá synd og dauða. Það er ekki klisja, það er sannleikur. Ég tók með mér hérna í kvöld hvítasunnuprediktun sem á nú við ennþá og ég var nú beðinn reyndar að tala boðorðin 10 eða boðorðin 7 sem kom að þeim 3 fyrstu. En ég var undirbúið þetta, þá fannst mér þetta eiga erindi við ykkur sem að hér er sagt og ég hef að fyrirsögn þessara predikunar nokkur orð úr Jóhannesarguðspjalli í 14. kaflanum, þessum 21 og svo 23 til 26. Sá sem hefur boðorð mín og heldur þau er sá sem elskar mig. En þann sem elskar mig mun Faðir minn elska og ég mun elska hann og birta honum hver ég er. Jesús sagði, sá sem elskar mig varðveitir mitt orð og Faðir minn mun elska hann. Til hans munum við koma og gera ykkur bústað hjá honum. Sá sem elskar mig ekki varðveitir ekki mín orð. Orðið sem þér heyrið er ekki mitt, heldur Föðurinn sem sendir mig. Þetta hef ég talað til yðar meðan ég var hjá yður. Það er ekki aðeins gaman, heldur einnig yndislegt að veita því eftirtekt hvernig sumarið býr sig þessa dagana. Gras og lauf breiður nýjum lit á tilveruna í stað vísinna móa og holta, laufana krækla trjána sem teygja sig í örvæntingum út gráum vetrarhimninum breiður úr sér grænn möttull graslendanna og laufið skrýðir trén, glitrandi grænum haddi þannig að það er eins og allt sé að búast til veislu. Það meira sé að komin blóm í barminn líka og vasana inni í stofu úr garðinum fyrir utan. Mannfólkið er með hátíðaryfirbragði þessa dagana og sem þanið í eftirvæntingu stór viðburða. Það er rokið til að snyrta garðinn, mála húsi hjá sér, skipta bíl og taka fram grillið. Yfir mannfólki færist líka endurnýjaðu þokki og glaðverð. Sjálfur finnur maður það endurnýjast með manni styrkurinn og lífsgleðin. Já, jafnvel gamlir símastaurar á brunnappa. Í þessu andrúmslofti er hvítasunnuhátíðin haldin, þjóðhátíðin okkar Íslendinga. Hvítasunnuhátíðin er hátíð endurnýjunar í eftirfylgd við lögmálið. Með Ísraelsmönnum hið forna var hún haldin sem minningarhátíð lögmálsgjafarinnar við Sínaífjall. Þetta er þannig dagur boðorðanna 10 sem segja til það hvernig lífi manna skuli háttað. Ég er drottinn Guð þinn, þú skalt ekki aðra guði hafa. Þú skalt ekki leggja nafn drottins Guðs þíns við hégóma. Haltu hvíldardaginn heilagan og heiðra föður þinn og móður. Svo skaltu hvorki mann deyja, drýja hór, stela, né ljúga og vara þig á girndina og tæri þig ekki til óhæfuverka. Þetta lögmál er enn í fullu gildi, enda sagði Jesús, þar til himinn og jörðu líður undir lok, mun ekki einn smástafur eða stafkrókur falla úr lögmálinu uns allt er komið fram. Við erum því ótvírætt bundin af þessu lögmáli af því að það birtir vilja Guðs. Við komumst með engu móti fram hjá kröfu þess og á grundvelli þess verða verk okkar dæmd á efsta dagi. Nei, Jesús var ekki kominn til að niðurbrjóta lögmálið, heldur uppfylla það. Vildi ganga enn lengra og sagðist, vilji gefa okkur nýtt lögmál. Fullkomnara lögmál sem inniheldur hið gamla en setur alla hluti í nýtt samhengi með nýrri stefnu ákvörðun. Hann sagði, nýtt boðorð gef ég ykkur, að þér elskið hver annan,
Eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hver annan. Af því munið þið þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hvert annars. Þetta lögmál felst líka í gullnu reglunni. Allt sem þér viljið aðrir menn gjöra yður, það skulu þér og þeim gjöra. Með þessu birtir Jesús lífsstefnu Guðsríkisins. Þetta er miðja boðorðanna og þetta er reyndar regla sem einnig þú hefur gildað með sjálfum þér. Ættum við því ekki að nota þessa hátíð, sérhvern helgan dag og guðsþjónustu til þess að endurnýja lífsstefnu okkar. Gerum það með sjálfum okkur. Nýtum lífsþróttinn sem sumarinn gefur og látum sjálf endurnýjast eins og náttúran í kringum okkur. En hvítasunnuhátíðin felur einnig annað í sér, heldur en hér hefur verið nefnt. Hún minnir á að það er ekki mannaverk að þeir elski hver annan. Þeir eiga ekki elskuna óspillta í hjarta sínu. Elska þeir sjálfhverf og sjálfsuppfyllandi. Hinn sanna elska felst ekki því einu að elska sína nánustu, því sú elska hefur býsna mikið af sjálfselsku í sér fólgna. Hinn sanna elska felst í því að elska jafnvel óvini sína og biðja fyrir þeim. Af hverju það? Vegna þess að þeir eru einnig börn Guðs sem hann ber fyrir brjósti, rétt eins og þig. Og hann vill að allir menn læra að þekkja hinn eina sanna Guð og þann sem hann sendi, Jesú Krist. Mér stendur nú fyrir hugskotssjónum fréttamyndin klassíska af Jóhannesi Páli páfa og Ali Atja, mannum sem sýndi honum banatilræði, ætlaði að drepa hann, en náði að særa hann hættulega með byssuskoti. Á myndinni sitja þeir í fangaklefa tilræðismannsins og lúta hvera öðrum í innilegu samtali hans heilagleiki og illvirkin. Tveir menn svo ólíkir hver öðrum sem hugsast getur. Annar knúinn af elsku, hinn hafði verið knúinn af hatri. Hvernig eignumst við þessa elsku? Guð gefur hana og hún er fremsta náðargjöf andans og gefst með honum þegar hann nær að fylla hjarta og vitund mannsins. Það snýst hvítasunnuundrið sem lýst í Postulasögunni. Lærisveinarnir urðu snortnir af heilögum anda og gáfust með öllu því sem Jesús hafði áður boðað þeim og urðu gagnteknir af því. Og þetta vildu þeir að yrði hlutskipti allra. Og andinn fann þeim því leið til þess að gera sig skiljanlega við menn sem töluðu og skildu ólík tungumál. Ég vissum að margur kristniboðin hafi óskað sér að vera snortinn með þessum hætti, svo að þyrfti ekki að sitja á skólabekk og læra tungumál framandi kristniboðsvæða. En þetta er líklega ekki svona einfalt. Þó er kærleikurinn enn hið sama og jafngilda lögmál fyrir kristnin í dag sem það var þá. Sum elskum við með kröftum og af ásetningi, önnur elskum við af sjálfsbrottinni elsku og það er svo miklu auðveldara. Málið snýst að gagntakast af þeirri elsku sem Guð á og láta hana fá líf og rúm í hjarta sínu þegar Guði þóknast að gefa okkur hana og það skildum við biðja allra hluta mest. Þegar Páll hefur látið útrætt tungutalið og náðargjafir í 12. kafla fyrra Korinthbréfs, þá streymir fram að penna hans óður til kærleikans og 13. kaflinn geymir hann. Og hann byrjar svona: þótt ég talaði tungum manna og engla, en hefði ekki kærleika, væri ég hljómandi málmur og hvellandi bjalla. Og svo heldur hann áfram og talar hluti sem mikilsvert er að eiga, en hann staðhæfir að séu fánýtir ef kærleikan skorti. Hann talar spádómsgáfuna, gáfu predikarans, fórnfýsina, gáfu djáknas og líknaþjónustunar. Meira segja talar hann trúna
þennan dýrmæta þráð sem tengir mann við Guð og dæmir hennar fáni ef ekki búið kærleikur í hjarta hans. Og nemur stafar við þetta. Þótt ég við trú sem getur flutt fjöll og stað en hefði ekki kærleika. Hvernig er þetta mögulegt? Með trúin fæður ekki af sér kærleika nema að vitundin og hugsunin beina honum í þá átt. Það er okkar ansvar. Við elskum Guð, jú, við elskum að náttúrulegum ástæðum fólki í kringum. En elskum við skilyrðislaust hvern mann sem Guðs barn. Það gerum við ekki nema við höfum með vitinu undirbúið huga okkar og láta okkur skiljast þetta. Þetta er mjög mikilvægt atriði og er nú verið svarað þessari stöðugu spennu milli lögmáls og fagnaðarerindis sem rekast á í Biblíunni. Og það er svo mikilvægt, mér finnst það vera niðurstaðan af því öllu saman, að það er svo mikilvægt að veita það ansvar trúarinnar sem að sann kærleikur og skilyrðislaus kærleikur birtir. Og við komumst ekki hjá því. Við getum verið hversu guðrækileg sem vera vill með því að koma á samkomur í messur, lesa bænina okkar. En ef að kærleikurinn nær ekki til þess mann sem við mætum á götunni, eða jafnvel þeirra sem í fjarlægð búa og við vitum af, þá er hann ekki að virka rétt. Páll Kávar kallar hann náðargáfu. Sérhverja náðargáfu ber að rækta. Sérhverja náðargáfa getur orðið stærra með því hún er ræktuð. Þó hún Ingibjörginni hafi í sér músík að spila, en ég vitlust. Já, fyrirgefðu. Hafi í sér náðargáfu að skynja músík og spila. Það var ekki að spila fyrir okkur í kvöld ef hún hefði ekki ræktað þessa náðargáfu sína. Og svona er það með alla hluti. Við þurfum að rækta einnig þá náðargáfu að elska og elska menn sem eru börn Guðs. Niðurstaða apóstolans var nefnilega þessi. Nú varir trú, von og kærleikur þetta þrennt, en þeirra er kærleikur mestur. Já, af hverju er þetta svo? Ég var að reyna að víkja því á það. Þetta er vegna þess að engin trú, engin von, engin viðleitni sækir í mark ef ekki er á því skilningur hver Guð er. Guð er kærleikur og sá sem er í kærleikanum er í Guði og öfugt. Þess vegna sagði Jesús, eins og ég hef elskað yður. Sá sem er stöðugur í elsku hans er leið stöðugur í Guði. Elskum því eins og við höfum verið elskuð á honum sem gaf líf sitt á krossi svo við mættum þekkja takmarkaleysi kærleika hans. Við skulum biðja. Drottinn Jesús, það er stærra þakkarefni en orðum verið aðkomið. Þú skalir hafa komið til okkar sem situr hérna inni og til allra manna í fæðingunni einu. Það er stærra þakkarefni heldur við getum orðað eða skilið að þú skulir hafa fætt nýtt líf í okkur. Líf Guðsríkisins, líf í trú. Hjálpa okkur til þess að taka þroska í þessu lífi. Eins og við höfum tekið þroska í okkar samfélagi Íslendinga með menntun og störfum. Samskipti við annað fólk hjálpa okkur að taka þroska í lífinu í Guðsríkinu. Hjálpa okkur til þess að lifa í þér, vera meðvituð lífið í þér.
eilífa lífið sem við eigum í þér, fyrir þig. Lát það vera ávist í Drottinn. Lát viðleitni okkar bera árangur. Lát okkur eiga kjark og kraft til þess að ganga fram, talandi orðið í tíma og tíma, berandi vitnisburð, meir með verkum en orðum, vegna þess að sé ekki verkin sýnileg, þá verður orðunum ekki trúa. Ég bið þig Drottinn að vera með öllum þeim sem að taka á sig skyldu kristniboðans, sem ekki bara út í löndum, heldur líka með samtíðarinnar. Og láta okkur muna að allt megnum við fyrir þig gerum okkur styrk. Já, við berum fram bæn á þessu kvöldi fyrir starfi Kristniboðssambandsins hér heima og meðal annarra þjóða. Þakka þau fyrir ríkulega ávexti af því starfi og hvað við megum vera stolt af því að vera þáttakendur í því með einhverju móti. Blessa þau sem að hafa hug til þess að fara út akurinn, veittu þeim ráð og leiddu fram til vilja í lífi þeirra og eins okkar allavega. Við biðjum þig fyrir kristninni á Íslandi. Þakka þig fyrir þessa samkomu sem var í gær, þar sem við mættum saman fólk úr ólíkum söfnuðum til þess að biðja fyrir þessu landi og þessari þjóð. Það góð iðja og það getum við sannarlega sameinast öll. Mættum við gera það í ríkara mæli. Og við biðjum þig að blessa Drottinn alla embættisþjóna þína allt landið og í öllum kirkjónum. Veit þeim anda þín og styrk að vinna sína þjónustu. Þannig biðjum við fyrir allir kristnin í heiminum að við megum vera lýsandi viti hvert með sinni þjóð og ljósið þitt fái breiðst út til allra manna. Drottinn, þá bæn í Jesú nafni. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomi þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himnum. Gef oss í dag vort dagarbrauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við fyrirgefum vorar skuldir. Eigi leið oss í Kristi, heldur frelsa oss frá illu, því að þig ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Meðtaki blessun Drottinn. Drottinn blessi þig og varðveiti þig. Drottinn láti sína ásjónu lýsa yfir þig og sé þér náði. Drottinn upplyfti sína augliti yfir þig og gefi þér sinn frið í nafni Guðs Föður og Sonar og Heilags Anda. Amen. Takk fyrir þetta. Við skulum syngja númer 104, Sjá hvítir bíða akrar, númer 104.
til 20. júlí. Það eftir mánuð. Það eftir mánuð. Það eru miðar hérna frammi á borðinu sem ágætt að grípa með sér til að minna sig á mótið og eins til að benda öðrum á þetta góða mót. Takk fyrir í kvöld.